First of all, I will say I'm glad I can be here. Fyrst og fremst vil ég segja við ykkur að ég er gladur að vera hér. This I always, when we was talking home and I was talking with my wife and can I go to Iceland or can I not? And we was a little wondering, both of us. Já, ég minnist þess þegar ég var heima í Danmörku, konusinn, þá vorum að velta þessu fyrir okkur, hvort ég kæmist núna til Íslands. But when we have taken the decision, En þegar við höfum tekið ákvörðun, I was so full of joy. þá var ég bara fylltist I í shall gleði. go to Iceland. Nú er ég á leiðin til Íslands. Also because of Iceland are for me not only Iceland. En vegna þess að Ísland er ekki bara Ísland fyrir mér. Iceland are the whole world. Ísland fyrir mér er bara allur heimurinn. We have the whole world in front of us. Allur heimurinn er hér frammi fyrir okkur. So from Iceland we can go to the whole world. Þannig að frá Íslandi þá getum við farið til alls heimsins. So, and everything we only must build step by step. Allt sem við höfum, það byggjum við upp bara skref fyrir skref. Now you have sing different songs. Já, hér höfum við verið að syngja I would marga like söngva. sing a song for you. En nú mér langar mig að syngja söng fyrir ykkur. This is a Sunday school song in Denmark. Þetta er sunnudagaskólasöngur So maybe you not understand. Þið kannski skiljið það ekki. But I will sing it for you. For now you have singing for me. Þegar ég ætla að syngja fyrir ykkur. Bygge Guds rige, bygge Guds rige, bygge Guds rige her på jord. Piger kom og hjælp os, drenge kom og hjælp os, bygge Guds rige her på jord. I will stop here. Og þetta Halleluja. But this is what everything are about. Þetta þýðir það að hann söngum að byggja Guðs ríki skref fyrir skref eða hæð fyrir hæð eins og hús og við hjálpumst að við það. If we shall receive something, Þegar við ætlum að móttaka eitthvað, somebody must build something. þá verður einhver að hafa eitthvað til reiðu fyrir okkur. And I think we can say Erik Eriksson Við getum sagt að Eiríkur Sigurbjörnsson, have showed us how we can build something. hann hefur sýnt okkur hvernig hægt er að byggja. He often talk about his teacher, like Yonggi Cho. Hann talar oft svona eitt fyrirmyndarleiðtoga sinn Yonggi Cho. He also start with nearly nothing. Yonggi Cho, hann byrjaði líka með nánast ekkert. And when he had built his first building, Og þegar hann hefði byggt sína fyrstu byggingu, nobody will go with him over to the building. en þá vildi enginn koma í þessa byggingu. Of course, after a time, En svo leið tíminn, it still be the biggest church in the world. já, og það leið að því að þetta var stærsta kirkja á jörðinni. And I also think about that when I heard Erik Eriksson Og ég hugsaði oft til þess að því tell about the future of Gospel Channel. þegar hann er að tala framtíð þessara sjónvarpsstöðva, This is the future. Nú talar hann And framtíðina. somebody see how to build. En þá þurfum við að sjá hvernig ætlum að byggja. I'm a builder. Ég er byggingarmaður. I have been working with building houses Ég hef byggt hús for many years. til margra ára. And I find out if nobody do something, Ég hef komist að því ef að menn eru aðgerðarlausir, nothing will happen. þá gerist ekkert. But this is interesting to see what it can be to if somebody will build something. En það er áhugavert að fylgjast með því þegar einhver kemur sér að verki. I moved to a new place only for a few months ago. Bara nýlega þá fluttust við set, ég og kona minn. And in this place they built a house beside of house. Og á þessum stað þá voru nýjar byggingar I get one of the houses og ég fekk að búa í einu þessara húsa. and there was 10 other that get a house. Og þetta voru mörg hús saman í þyrpingu. So it was wonderful to see how the house grow up one by one. En það var stórkostlegt að fylgjast með því þegar húsin byggðust eitt af öðru. And I start to think when I was a building carpenter. Og þá leiti ég hugan aftur á þeim tíma þegar ég var smiður. Maybe 40 years ago. Það byrði fyrir 40 árum. We was building. Og þá byggðum við. And we was working hard. Og við lögðum hart að okkur. Very, very hard work. Þetta var erfið vinna. But we still was building. Og við heldum áfram byggingum. And we built house after house. Og það byggðist hús eftir hús. It took long time. Þetta tók svolítinn tíma. When we built a house, að byggja eitt hús. Sometime it could take a whole year. Stundum tók það okkur heilt ár. So I was very interesting now when I was moved in on this new place.
Og þess vegna var ég mjög áhugasamur á þessum nýja stað. And one morning, Og einn daginn morguninn, I was here, something was happening outside the house. þá heyrði ég einhverja starfsemi utan við húsið. So I wake up, Ég vaknaði upp við come þetta out of my bed. og fór upp úr rúminu. I must see what there was happening. Ég mig langaði endilega að sjá hvað var á seiði þarna. And then I see how the different different machines come driving into our place. Og þá sá ég það bara kom véla þyrping þarna á nálgaðis bygginguna. And before I was really coming up and get my breakfast, Og áður en ég var nú almennilega vaknaður, there was already happening a lot. þá höfðu nú þegar hafist handa og voru farnir að starfa svolítið. They start a bigger house. Þeir ætlaðu að byggja þarna stærra This hús. was a doubled house Þetta var reyndar tvíbýli, to two families, fyrir tvær fjölskyldur. 1,000 square meter on each one of them. Já, stór hús, 1000 fermetra hús hvort um sig. And they start to build. Og þeir hófu bygginguna. And I was looking in the part of the day. I was looking up and down. I must see how they do it. Og svona þegar dagurinn leið þá verður svona annars svæði að fylgjast með þeim. And in the end of the day, Og í lok dagsins I see how they finish the house. þá sá ég að bara byggingunni var bara lokið. You know, when I was a child, Vitið þið þegar ég var barn, it takes minimum 1 year to build a house. þá tók það að minnstakosti 1 ár að byggja hús. But these people, En þetta fólk, they built a doubled house on 1 day. það byggði tvíbýli á einum degi. So the build is not only that we have an idea how to build, Þannig að byggingin ekki bara hugmyndin að henni, but we must have a clear vision how we shall build. en við verðum líka að hafa skýra hugsun aðferðina hvernig við byggjum And hús. I was learn a lot to go and look on these people all the day. Og ég lærði ýmislegt að því að fylgjast með þessum mönnum. I remember the time where I was really building carpenter. Og ég myndist dagsins þegar ég var sjálfur byggingar I worked very hard, Ég hafði starfað, erfiðar. day after day. Dag við dag starfaði ég við þetta. But these people, En þessi menn, they have planned everything. þeir höfðu undirbúið og skipað þetta allt. So they only came with 4 or 5 different big cars Þeir koma á 4 eða 5 stórum and some bílum, big machines. með stórum krönum jafnvel og And then it was going on this way all the day. Já, þetta var allskinn starfsemi allan daginn Some have the ground og sumi grófu and some have the woods. og sumi sá veginn, Some have the stones. aðrir sá grjót And when the day was over, og í lok dagsins big house was built. hafði stórt hús risið. I think this is something like Gospel Channel. Og ég held að þessu megi líka einmitt við Omega Gospel Channel starfið. It have taken time Þetta hefur tekið tíma and it have been making a big plan. og þetta hefur verið stór áætlun í gangi. But one day En einn dag it happened þá gerðist það like Erik tell about today. eins og Eiríkur var að tala hér áðan á samkominni. Now this is time En nú einmitt rétti tíminn and build something really big. að fara að byggja eitthvað stórt. Now this is time to build something where we can reach the whole world. Nú tíminn til þess að byggja eitthvað til þess að ná til alls heimsins. I was in Iceland from the beginning. Ég hef verið hér í þessu starfi frá upphafi. I see the 10 watts transmitter. Ég sá þennan 10 watta sendi And I go with Erik over to the room where all the equipment was. og ég var með honum í fyrsta tækjaherbygginu And all the equipment on this time og allur tækjabúnaðurinn á þessum tíma was one video var ein vídeóvél and one VHS tape recorder og vídeótæki and a little stand for the camera. og einhver fótur fyrir myndavél. This was the beginning. Þetta var í upphafinu. But you know, En vitið þið, this was not the end. þetta var ekki endurinn. I said that to Erik just a few days ago. Fyrir nokkrum dögum var ég að tala þetta við Eirík. Now you have absolutely all
equipment you need. Nú ertu komið með þann tækjabúnað sem þú þarft. So you don't need to think about that more. Þú þarft ekki að hugsa það svo mikið. Now you are ready Nú ertu tilbúin to go out to the whole world. að fara út til alls heimsins. And this is really what they are on the way now. Og þetta núna einmitt í undirbúningi. Now we can go to the whole world with the gospel. Nú getum við farið til alls heimsins með fagnaðar erindi. And we can find that in the Bible, how to do it. Við getum komist að því einmitt í Biblíunni hvernig eigum við að fara að þessu. This is big different how people build something. Það er hægt að byggja hús með ýmsum hætti. And this is some maybe start to invite friends and start to have some meetings. Sumir hefja starfið á því að bjóða vinum og halda fund. And this is a good beginning. Þetta er góð byrjun. But some people go on and go on and go on. En sumir halda áfram. And the Bible say we have someone to help us. En Biblían talar að við getum þegið hjálp. This is the most important thing, you know. We are not doing that alone. Sjáið þið, við erum ekki að starfa einsömul. Someone will come and help us. Einhver mun koma og aðstoða. Like when I see when they build the house. Eins og þegar ég fylgdist með byggingu húsins hjá mínu heimili. I know one of the person that was building the houses. Þá þekkti ég reyndar einn manni sem var að starfa. But I don't know how many people that came in the day. Nei, ég veit ekki hvað þeir voru margir sem starfaði. Maybe 15 different people was working on the house. Já, þeir voru kannski 15. And when the day was over, the house was built. Og þegar húsið hafði byggst. And I think this is the same we can see here. We have a helper. Sko, nú skulum við aðtuga, við höfum nefnilega hjálpara. Biblian segir that the Holy Spirit að heilagur andi will be our helper. Hann mun vera hjálpari okkar. So he is the one that will lead us step by step. Hann er sá sem leiður okkur skref fyrir skref. He is the one that will show us how to build. Hann er sá sem sýnir okkur hvernig við eigum að byggja. And all commandment from the Holy Spirit. Allar skipanir heilasanda. And then we can do. Eru einmitt þess slags að við getum hlýtt þeim. Things that not are possible to do. Það er ekkert ómögulegt. So because of we have a helper. Vegna þessa hjálpara sem við höfum. We have God, they have told us what we shall do. Og drottinn hefur sagt okkur hvað við eigum að gera. We shall build the kingdom of God. Við eigum að byggja upp ríki Guðs. And he will also show the details. Og hann mun sýna okkur í smáatriðum. It can take some time. Þetta tekur allt sinn tíma. They have taken some time for Gospel Channel. Það hefur tekið sinn tíma hér. Start with Omega. Það sem hefst á Omega. And now this is built to reach the whole world. Og það einnig Gospel Channel sem tegir sig til alls heimsins. And this is also a privilege for me, you know. I have a lot of program I have had for many years. Já, þetta forréttindi fyrir mig, þess að ég hef sjálfur sjónvarpsþætti í Danmörku. I have made program for maybe 40 years. Ég hef búið til sjónvarpsþætti í 40 ár. But I'm not very good to control the thing. Ég ekki mjög góður skipuleggjandi. So the program they are going all over the world. En sjáu þið, þessi sjónvarpsþætti, þeir fara út I don't know where. En ég veit ekkert hvar. But I get letters from China. En ég fæ bréf til dæmis frá Kína. And from Greenland. Frá Grænlandi. And from America. Frá Ameríku. And from Africa. Frá Afríku. I don't know how to find my program. Og ég veit ekki nákvæmlega But my program are free. Ég veit ekki hvernig þeir sjá þættina. Everyone can steal them. Og þættirnir, þeir eru ókeypis. And use them. Þannig að allir geta tekið And for every time I see somebody have steal them. Og þegar ég sé að einhver hefur stolið, I only rejoice. Og þá fagna ég. This is the way out. Og þetta nefnilega leiðin þess að fara út. And I believe this is what will happen from now on, also with Gospel Channel. Og ég trúi því að þetta sé með það sem framundan fyrir Gospel Channel. They are so big now the way we can preach the gospel.
Nú höfum við svo stór tæki til þess að fara út með fagnaðarerindi. We maybe not can control everything, Við höfum ekki fulla stjórn kannski á öllu. but we can, when we have start something, En þegar við höfum hafist handa, then it will grow. þá mun það vaksa. Yeah, like when we start a building, Alveg samskonar þegar við hefum byggingu og húsi. then we will build on it, Þá munum við halda áfram að byggja frá grunni and one day it will be finished. og dag einhvern þá mun byggingunum vera lokið. And I have known Omega TV for 20 years, Nú það 20 ár að ég hef þekkt þetta starfið Omega and see how they have built. og fylgst með byggingunum. And of course, in the beginning, they don't think they could, what will happen? Well, nobody know. Já, í byrjun þá vissu menn kannski ekki alveg hvert framhaldið yrði. But all of this start with a vision En þetta hóf allt með, hófst með sýn from the Lord. frá drottni. And then when we have when we have a vision, Sjáuði, þegar við höfum sýn, then we already are ready to start. þá getum við hafist handa. And I remember when I came up to Erik first time, Ég minnist þess fyrst ég hitti Eirík. and he told me about his vision, Hann sagði mér frá sinni sýn. and I could nearly see the vision for me. Þá bara sá ég sýnina. Yes, one day it will be ready. Já, einn daginn mun þetta verða I fullnægt. have no idea in this time how long time it will take, Á þessum tíma þá vissi ég auðvitað ekki hvað þetta tæki langan tíma. but one day it will be ready. En einhver dag þá yrði það fullnægt. And this is really what we see now. Þetta er það sem við erum byrjuð að One sjá. day it will be ready. Einn dag verður það fullbúið. I had tried a little out from Denmark. Ég hef starfað svolítið, ég hef sendt út frá Danmarku, Send out the message, sendt út fagnaðarerindið, but we don't know how to do it. en við kunnum þetta ekki. I remember one day there came a prophet to our home. Ég minnist þess að einn dag kom spámaður til heimilis míns. He told me that I should preach the gospel to 35 towns in my country. Hann sagði mér að ég ætti að predika fagnaðarerindi til 35 staða í landi mínu. For me it was nearly like some funny. Þetta þótti mér mjög svona eiginlega næstum því fyndið. But it was not possible on this time. Á þessum tíma þá þótti mér þetta var bara ókleift. But short time later, En stuttu síðar, they changed the law of Denmark. þá var lögunum breytt í Danmörku. You don't have a law to have small towns more. Þá var ekki lengur leyfilegt að þjóna til lítilla bæja. The town must not be under 25,000 people. Já, bærin varð að ná allavega tölunni 25.000. And so it happened very short time after. Og þetta gerðist bara skömm eftir að spámaðurinn talaði til mér. And you know, what meaning could it have? En hvaða merkingu hafði þetta? But I think we must be ready. Something will happen in Denmark. En mér fannst bara, nú varð ég bara að vera tilbúin. Það var eitthvað að fara að gerast í Danmark. Of course, Denmark is only a little thing beside of the whole Iceland and the whole world. Auðvitað Danmörk bara lítið í samanburði við Ísland og allan heiminn. But I think I will prepare. En ég þóttist vilja undirbúa mig. And be ready. Og vera tilbúin. So see what God can do. Nú ætlaði ég að sjá hvað gat Guð gert. So one day, Einn daginn, we get the license. þá fengum við leyfi. We get refusing of the license few times. En okkur var nú hafnað þarna í nokkur skipti. But we get the license. En að endingu fengum við And we leyfi. were ready to go out Og við vorum tilbúin in Denmark. að boða þetta í Danmörku. And this year is many years ago. Þetta fyrir mörgum árum. But what happened was, En það sem síðan gerðist, there come a law, they give us a law to preach the gospel, nearly all over Denmark for a time. Þá voru ennsett nýju lög sem að gaf okkur ennþá rýmra leyfi til þess að predika í sjónvarpinu í Danmörku. And we start. Þannig að við hófumst handa.
But some people think it must be something wrong. En einhverjum þótti þarna væri nú eitthvað að. So they call police and different things. Já, þarna voru kvartanir og við vorum kærðir til lögregluna. And I be called into the government's building of Denmark. Og ég var kallaður inn til yfirheyrslu. You should find out what wrong thing I have done. Nú átti að komast að því hvað ég hafði gert rangt. And they call an expert from the other side of Denmark. Það voru kallaðir til sérfræðingar úr öðrum landshluta. And he must give them the answer because of this was not possible. Og hann átti að komast að því hvað var eiginlega segði hér, því að þetta var ekki, þetta var ómögulegt það sem að ég hafði gert. And this man come and give the answer. En þessi maður kom og hann listi úr málinu. Oh, and he say, og hann sagði, all of you have been sleeping. Þið hafið allir verið sofandi. The only one that not have been sleeping. Sá eini sem hefur ekki sofið. Erling Ilse Nielsen. Það ég, Erling Nielsen. This is the different. Það munurinn á ykkur og honum. Okay, it was only a little thing. Sjáu, þetta var bara. But I think this is something we can see also for Omega TV and Gospel Channel. Sjáu, þetta getur líka átt við þessa sjónvarpsstöð. Maybe a lot of other people could do that. Sjáu, það hugsanlega að margir hefðu getað gert þetta. But there was one that not was sleeping. En það var einn sem að svaf ekki. And all the other was wondering. En allir hinni voru að hugleiða. How could it happen? Hvernig gat þetta gerst? The only difference was. Einu munurinn var sá. Erik not was sleeping. Að Eiríkur hann svaf ekki. He was ready. Hann var tilbúinn. To start. Að hefjast handa. The building we can call it. Og að byggja þetta hús. So he was ready when this was possible. Þannig að hann var tilbúinn þegar tíminn gafst og tækifæri. So this is the reason why it can happen today. So þetta í raun og veru ástæðan að þetta getur gerst í dag. And I really believe. Og ég trúi því sannarlega. This is what will happen today. Að það sem hefur gerst. Gospel Channel will come out to the whole world. Að Omega eða Gospel Channel mun koma til alls heimsins. With a message. Með boðskap. For people to get saved. Að fólk geti frelsast. And this is the important thing are here. And of course, one man can do it. Sjáu þið, jú, einn maður getur gert þetta. Or we can say it on this way, one man can start it. En við getum orðað á þennan hátt, það einn maður sem getur hafið starfið. One man can take the decision. Einn maður getur tekið ákvörðun. I remember, for short time ago, I was in the studio on Gospel Channel. Ekki fyrir svo löngu, þá var ég einmitt í stúdíu Gospel Channel. And someone was talking about how to start something. Þarna var einhver að ræða einmitt þarna hvernig væri að hefja starfsemi í einhverju. And I remember what he say. Og ég man einmitt minnist þess sem hann sagði. If someone not start. Ef einhver hefst ekki handa. It will be to nothing. Þá verður af einhver. So the start is always the important thing. Þannig upphafið mjög mikilvægt. So this is so good for me to see how the dream are coming up. Þess vegna finnst mér svo gott að fylgjast með hvernig draumurinn verður að veruleika. So in short time we will see this is not a dream more. Þannig að innan skamst þá sjáum við að þetta ekki lengur draumur. This is some reality. Þetta raunveruleiki. And this is really possible. Og þetta nefnilega mögulegt. I only have a few programs, not something big in Denmark. Denmark is not, but still I see. So soon you get out something, some programs, somebody will find them. Sjáu þið, starfsemi mín ekki svo stór, en sjáu þið, ég bara komast að því, þegar maður hefst handa, þá gerist þetta. So the important thing are that we are there. Það sem svo mikilvægt að við séum vakandi og til staðar. And then somebody will see them. Þá mun einhver heyra. And on this way it will go out now to the whole world. Þannig kemst fagnaðarerindið til alls heimsins. So I think this is important. And maybe the most important group. So nú kannski mikilvægasti hópurinn. Are what we see here in front of us. Hópurinn sem hér á samkomunni. Because of everything, we must build on everything. Sjáu þið, við verðum að byggja á einhverju. Everything is start with building.
Allt hefst fyrir byggingu. I have learned that when I have built houses, Þetta lærði ég af því að byggja hús. if you're not built, Ef maður byggir ekki, nothing will happen. þá gerist So það. everything starts with build something. Allt hefst með því að vilja byggja. And I believe that this is what is happening now. Já, ég trúi því að nú erum við að byggja. Somebody have been ready to build something. Sjáu þið, það var einhver tilbúin að byggja. And this is the reason why we now can build the gospel all over the world. Og þetta er nefnilega ástæðan fyrir því að við getum farið með fagnaðarendi til heimsins. Of course, already now, maybe some people will say, no, of course, this is not possible. Auðvitað segi einhver, nei, auðvitað er það ómögulegt. But I think we can say it on a way, yeah, I have said that sometime also, somebody else have also said the same, you know, the thing that are possible, Sjáu það, einhver hefur orðað þannig að það sem er mögulegt, this we can lend people to do. það getum við kennt öðrum. But the thing that not are possible, En það sem er ómögulegt, we can do with the help of the living God. það er það sem við getum gert með hjálp hins lifandi Guðs. So this is very important. Sjáu, þetta er nefnilega mjög mikilvægt. And we find out what part of the work do we have. Að við hvert og eitt komumst að því hvert er hlutverk okkar í byggingarvinnunni. If you think the part you have Ef þú heldur hard work your whole life, að starfið sem þú átt hlutveldi í þessari byggingu sé ógulega erfitt alla þína ævi, of course this is a good thinking. og þetta er náttúrulega skynsamleg hugsun í But, sjálfu but this is not enough. en hún nægir ekki. So it's not enough to do a hard work. Það er ekki nægilegt að vinna baki brotnu, But the important thing are that some people can take it. en það sem er mikilvægt að einhver njóti góðs af því, And start it að einhver hefjist handa og byrja að byggja and fulfill it. og ljúki starfinu. And this is the situation. I think this is so important. I'm studying a lot about what time are we in now. Já, og nú vil ég huglega, en sjáu þið, hver er tíminn? Hvaða tíma lifum við á? And this is the most important thing to find out. What time are we in today in the thing we are working with? Og sjáu þið hvar á tímaferlinu erum við í þessu starfi okkar. We can have ideas on what other people do, Við getum litið til annar og fylgst með verki annara, but the important thing are, en það sem er mikilvægt, what are our vision for what we can do? hver er hugsjónin í okkar eigin starfi? We can be listening to God. Og þá getum við hlusta á Guð. We can pray, Við getum beðið, já, like people now come from other part of the world and will pray in Gospel City. samanber bænahermenn sem eru núna að koma frá öðrum löndum til Ljósafoss skóla. Everything starts with somebody pray. Það má segja það að allt í Guðsríkinu hefjist með bæninni. I heard a very wise man for a short time ago, Ég hlustaði mjög vitrum manni fyrir skömmu. and he started to talk about all the things we'll do in the kingdom of God. Hann byrjaði að tala öll verkefnin í Guðsríkinu, But in the end he say, en að lokum sagði hann, there is only one way to start. það er bara ein leið til þess að hefjast handa, They are pray in faith. að biðja í trú. And we can do that, all of us. Öll getum við það, Not maybe in the same way, ekki endilega á alveg sama hátt, and not about the same thing, ekki sama hlutin endilega, but all of us have the chance to be a part of what God are doing today. en við getum öll átt hlutild í starfi Guðs á líðandi stundu. So all of us can be a part of what God are doing today. Þannig getum við átt hlutild í starfi Guðs á okkar dögum. And God will lead us Guð mun leið okkur to every details, í hvert atriði, so we can do exactly what God would like we shall do today. þannig við getum
sinnt verkefninu sem Guð vil fela okkur. If we look upon everything on one time, Ef við horfum á eitt atriði, we will maybe only die before we start, because of they will be too big for us to think on. já, ef við horfum á þess að starfa, þá bara rís þetta upp yfir okkur og verður okkur ofviða. But the secret are God will show it to somebody day by day. En leyndarmálið þetta, sjáið þið, að Guð mun sýna sínu verkamanni dag eftir dag verkefnið. And this is what I have seen when I have visited Iceland. Og ég var orðið að vitni að þessu þegar ég heimsæki Ísland. Somebody have built day by day. Að hér hefur einhver byggt dag eftir dag, First of all with prayer, fyrst og fremst með bæn. and Erik have been one of them. They have prayed and prayed and prayed. Eiríkur einn af þessum sem að biðja og biðja og biðja. And I believe all of us can be a part of that. Og ég trúi þessu, að við getum öll átt hlutveld í þessu. There have been a problem. I have seen many places in the world, Ég hef séð vanda komið upp víða í heiminum, maybe especially in Denmark. sérstaklega í Danmörku. Everyone are waiting on a calling from God. Allir eru að bíða eftir kölluninu frá Guði. I know several of these. Ég þekki marga slíka. I remember one day I talked to my own sister Ég man að ég talaði við mína eigin systur. And she said to me Hún sagði við mig, that God have calling her Guð hefur kallað mig to preach the gospel, að predika fagnaðarerindið. but nobody was calling her. En það var enginn að kalla hana. And I still remember when I was looking her right in the eyes Og þá man ég að ég horfðist í augu við hana and say, og sagði, if God have calling you, ef Guð hefur kallað þig, there are only one that have the responsibility for doing it. þá bara einn sem ber ábyrgðina á því að framkvæma það. Nobody else. Enginn annar. Don't wait on somebody else. Ekki bíða eftir einhverjum öðrum. It looks like she heard what I say. Og það virðist vera að hún hafi eiginlega hlustað á mig. For short time after she was preaching the gospel many places in Denmark from place to place. Því að stuttu síðar þá var hún farin að boða fagnaðarerindi víða Danmörku. She was only an ordinary woman. Hún bara venjuleg kona. So she have no guarantee for something. Þannig, já. But she took the chance and find out the one that have the responsibility. This is the one God have been calling. Þannig að hún fór óttalaus og áttaði sig á því að það var hún sem bar ábyrgðina. And I believe Ég trúi því we have a group now. að hér hópur. And then I talk both to the people here in the room. En þarna á ég bæði við hópinn sem hér í sjónvarpsherberginu. But also to viewers that are listening to the program. En einnig til ykkar sem eruð að horfa á þennan þá. You maybe go and wait. Kannski eru þið að bíða. Somebody maybe will ask you. Að einhver muni biðja ykkur. Maybe somebody will give me a high name. Einhver mun, setja mig í virðingastöðu. Call me a prophet or something like that. Kalla mig spámann eða einhverju fínu nafni. But one thing are sure. En það eitt sem örugt. If God have calling you. Ef að Guð hefur kallað þig. To follow after Jesus. Að fylgja Jesú. There are only one. Þá bara einn að ræða. They have the responsibility. Sem ábyrgur. For do what you have been calling to do. Að sinna þessari köllun. And I believe if everyone will do that. Og ég trúi því að allir sinna þessu. I believe there are a lot. Að þá ég veit að þeir eru margir. There are a lot on Iceland. Margir hér á Íslandi. God have calling them. Sem Guð hefur kallað. There are a lot out of in Scandinavia. Það eru margir í Skandinavíu. God have calling them. Sem Guð hefur kallað. And the important thing are. Það sem brýnt í þessu efni. That at some way, some people take what they already have heard they should do. Að menn taki alvarlega þetta sem þeir hafa fengið. And do it. Hlustað. Og framkvæma það. There can be time in the story, if we look a little back in the story, it can be time where we shall wait
for a time. Auðvitað eru stundum tímar þegar við þurfum að bíða. But it's important to understand the time we are living in. Þess vegna er líka mjög mikilvægt að skilja tíman sem við lifum á. And one thing is sure, Og það er eitt sem er alveg örugt. this time Þessi tími is not the time for waiting. er ekki biðstofutími. This timing are for doing the thing God have calling you to do. Nú er tími til þess að hefjast handa. And I believe God will call people, Ég trúi því að Drottinn muni kalla fólk, not only in Iceland, ekki bara á Íslandi, but all over the world. heldur allan heim. He will call people Hann mun kalla fólk to understand til þess að skilja that now they are the time. að nú er rétti tíminn. I have connection to many people around the world, Ég er í sambandi við fólk víðum heim. and mostly of them say, Flestir þeirra segja, we only have a short time where we can preach the gospel. nú er bara stuttur tími sem við getum predikað. We will not have this for a long time. Tíminn er ekki svo mikill sem við höfum. So I remember one person came to me, Ég man sérstaklega eftir einum. and he said, now this is time to do something. Hann sagði, nú er einmitt rétti tíminn að starfa. You must only start and send out the gospel. Maður verður bara að hefjast handa og If- byrja að boða fagnaðurinn. If not, it can be too late. Ef maður gerir það ekki, þá getur það orðið seinan. But now this is the time to do what God already have shown you to do. En nú er tíminn einmitt að hefjast handa við það sem Guð hefur sýnt þér að gera. Of course, I don't believe we can do everything every time we like. Auðvitað getum við ekki bara framkvæmt allt sem okkur viljum þegar okkur dettur í hug. But if we are listening to the Spirit of God, En ef við leiðumst af heilagum anda Guðs, then we can do what He show us to do right now. þá getum við einmitt starfað eftir hans leiðsögn á hverri stundu. And this is the most important thing. Sjáu þið, þetta er mjög brýnt. So God are calling people today Guð er að kalla menn til dags og konur to do something. að starfa eitthvað. Do what God already have shown you to do. Gerðu það sem Guð hefur sýnt þér að þú eigir að gera. Maybe you think it will take years before it is possible. Þú heldur ef þú veit að það líði mörg ár þangað til þú getur But then gert þetta. I will say to you, this Ég- is time En ég vil segja þér now að nú er tíminn to do what not are possible að gera það sem er ómögulegt. because of the strength come from the Holy Spirit. Vitið þið að styrkurinn kemur frá heilögum It's anda. not coming from ourselves. Hann kemur ekki frá okkur sjálfum. It's not something we shall have power to do in ourselves. Þetta er ekki okkar eigin styrkur, sjáu þið. We only shall have a willing heart, Við þurfum að vera viljug and we shall start to do it. og við eigum að hefjast handa. And then God will come and give us the help. Og Guð mun færa okkur aðstoð og alla hjálp. Like I start here, we have a helper. Sjáu þið, eins og ég talaði í byrjun máls míns, við eigum hjálparan. In the same way I see on our neighbor house, Sjáu þið eins og húsi nágranna míns, there come one man. það kom einn maður, He was the smallest of all the people that came this day. hann var lágvaxinn maður, minnsti maðurinn þennan daginn, But he take the decision. en hann tók ákvörðun, We will build a house here today. við ætlum að byggja hús hér í dag. And it was today. Og það var í dag, We will build a house here today. við ætlum að byggja hús hér í dag. And then all the workers came Og þá dreif að verkamenn and be a part of that. til þess að vinna að þessu. And before the day was going, Og áður en dagurinn var á enda, the house was finished. húsið hafði You could verið go in the fullbyggt. house and take the house. Þá var þetta flytið inn í húsið One day's work. á einum degi. And this is the different Þetta er munurinn for before and to now. á tímunum þá og núna. Before it could take time, sometime long time, and do something. Fyrir áratugum þá tók það langan tíma að koma verki í framkvæmd. When I talk about it, I still remember when I only take some little thing and start to build a house. Ég minnist þess í gamla daga þá tókum við kannski og byrjuðum að moka með skóflu. It took long time. Það tók langan It tíma. was hard work, Það var erfið vinna and I was sweating. og ég svitnaði. But today
En nú á dögum, we have a helper. þá höfum við fengið hjálparan. And this helper we have, Þessi hjálpari sem við höfum, he is not like a man hann ekki eins og maður that only can do one thing of the time. sem getur einungis starfað að einu á hverjum tíma. No, we have a helper. Nei, við erum með hjálpara. The Word of God called him a helper. Orð Guðs kallar hann hjálparan. The Holy Spirit, Heilagur andi. he will lead us Hann mun leið okkur. and he will show us what to do. Hann mun sýna okkur hvað við eigum að gjöra. Maybe not only one thing of the day, but maybe several things of the day. Kannski margt á einum degi. And this is what we can do now. Let us pray together. Þetta einmitt það sem við getum gert og eigum að biðja saman, vinir. Thank you, Lord, Takk, Drottinn minn, that you have sent out your calling. að þú sendt okkur köllun þína. And thank you, Lord, Takk að þið, Drottinn, and you have let somebody listen to the call. að þú hefur leitt einhvern til þess að hlýða kallið þínu. And thank you, Lord, Takk að þið, Drottinn, and a lot of people will receive the calling. að margir munu hlýða köllun sinni. And from today on, Og frá þessum degi some wonderful thing will happen. munu dásamlegir hlutir gjörast. And we can see the kingdom of growing Og við sjáum að ríkið þitt vex all over the world. allan heim. We already have seen that. Nú höfum við þegar orðið vitna þessu The most difficult places að þínir erfiðustu staðir are now the place where it's function best. að þar hefur ríkið þitt So breiðst this út. is not a this is not a question. This is not a excuse for us. This is difficult. Þannig að það er engin afsökun, Drottinn minn. Do you know the place today they have the biggest revival right now? Vitið þið, vinnu minn, hvað er mesta vakning á jörðinni? This is Iran. Það er í Íran. They have the most difficult place to work on. Það er erfiðasti staðurinn að byggja hús. This is there they are the biggest revival. Það er mesta vakningin. Like I was in Nepal for years ago, Ég var í Nepal fyrir mörgum árum and then the revival came there. og þá kom vakningi þangað And this time, maybe Nepal, they have the biggest revival in the world. og það var á þeim tíma þar sem þá var vakningin hvað mest í Nepal heim. Now this is coming up all over the world, En nú skýtur þessu upp víðum heim. and we can be a part of that. Við getum eignast hluti til þessu. Iceland will be a part of that. Ísland mun eignast hluti Gospel til því. Channel will be a part of that. Omega Gospel Channel. Or something really will happen. Og þá munum miklu hluti gerast. God bless you. Guð bless ykkur.